Þá hérna erum við komin að ársreikningi og ég var að hugsa að í framhaldi af henni að fara beint í rekstrar- og starfsáætlun og skýrslu forstöðumanns og biðja ykkur að sem að hafi spurningar að taka þær saman og við getum tekið þau undir önnur mál. Þannig við bara förum kannski yfir það fyrst sem að við þurfum að fara yfir og tökum spurningar í lokin. Þannig að Kristín, gjörðu svo vel, þú hefur orðið, nú skal ég þegja. Þið heyrið í mér núna. Ok, heyrðu, bara gaman að sjá ykkur svona mörg hérna. Og ég ætla bara að sýna ykkur hérna nokkrar glærur, deila með ykkur skjá. Þannig að þið ættuð að sjá, nei, þið sjáu þetta ekki. Bíddu nú við, nú er ég eitthvað að klaufast. Svona, sjáu þið núna, já. Heyrðu, þá ætlum ég bara svona formsins vegna, þá þurfum við að fara aðeins yfir reikninga og ég ætla bara að sýna ykkur hérna svona brot úr ársreikningnum. En er ég með hennar full skjá hjá mér? Vantar ykkur að stækka? Þið sjáu ennþá bara glærurnar. Þetta er sýningarham. Sýningarhamur. Ég hélt ég væri búin að því. En núna, eitthvað betra? Þetta er alveg eins. Myndum við. Hvar er sýningarhamur þarna? Komið núna? Þarna komið þetta? Það var bara ít á rétta takkan. Heyrðu, en sem sagt Náttúrustofan, henni ber að safna gögnum, varðveita heimildir náttúrufar og náttúrurannsóknir, sinna náttúruvernd og fræða umhverfismál, veita líka fræðslu náttúrufræði og aðstoða við gerð náttúrusýninga. Þetta er svona það sem stendur í lögum og reglum að við eigum að vera að gera og við reynum svolítið að vera í þessu. Og ef við lítum á bara síðasta árið 2020 og 2019 er þarna til samanburðar eins og er yfirleitt í öllum ársreikningum, þá eru rekstratekjurnar þarna sýndar upp á 54 milljónir og þær hækkuðu svo lítið á milli ára. En aðrir þættir eru óskum svipaðir á milli ára, bæði útgjöld í sérverkefni, laun eru heldur hærri líka og þau hækkuðu náttúrulega bara lítið eitt út frá kjarasamningum og eins þá voru við með heldur fleiri í vinnu hjá okkur sem var bara mjög gott. En að öðru leyti þá er þarna svipaður kostnaður. Og þarna neðst þá getum við séð að tekjurnar umfram gjöld voru upp á 2,3 milljónir. Og ef ég fer aðeins bara svona lauslega yfir þetta, við erum hérna með framlag frá ríkinu og sveitarfélögunum, svipað eins og Rögnvaldur benti á áðan. Framlagið frá ríkinu lækkaði lítið eitt á milli ára og það var vegna þess að 2019 kom einhverjar örlitla bætur fyrir kjarasamninga sem að allt í einu var greitt til okkar. En svo kom það ekki árið 2020. Styrkir svona samtals námu 14,9 milljónum á árinu 2020 og svo að auki var þarna samningur við SAS náttúruvernd og byggðaþróun, verkefni upp á 3,5 milljón hvort ár fyrir sig sem er svo lokið. Þannig að ég tók það svona fyrir utan þetta. Svo er þarna fuglaathugunarstöð Suðausturlands, hún er líka að fá 1 milljón svona frá ríkinu í gegnum okkur á hverju ári. Þannig að þetta kemur inn bæði sem tekjur til okkar og svo aftur sem gjöld út til þeirra. Og seld þjónusta á árinu var upp á 3 milljónir.
Og svo náttúrulega einhver kostnaður alltaf við flest öll verkefni en það óskup svipað á milli ára. Við reynum að passa það að þau kosti óskup lítið umfram það sem hreinlega bara laun, akstur, dagpeningar við að vinna verkefnin og ef það hefur verið einhver kostnaður í kringum það að kaupa tæki eða annað þá hefur við reynt svona að koma því eins haganlega fyrir og við mögulega getum. Þannig að þarna getum við séð líka fuglar og fiðrildi til dæmis, fiðrildi og fuglar, þar þarna 1.755.000 og þarna inni milljónin sem að fuglatónastöðin fær frá okkur í gegnum, eða fær frá ríkinu í gegnum okkur. Svo þarna bara annar rekstrakostnaður og hann óskup svipaður líka á milli ára. Húsaleiga hækkaði lítið eitt. Og kannski það sem áberandi þarna hvað fundir og ráðstefnur, hvað það hrapaði niður á milli ára. Það var bara 3.668 árið 2020 þegar það var rúmlega 700.000 krónur árið á undan. Og þetta auðvitað mest út af COVID og þessum heimsfaraldri sem við erum í, að við hreinlega hreyfðum okkur óskup lítið. Og svo líka sama sem við sjáum hérna með rekstur bifreiða að það hefur aukist á milli ára og það að mestu leyti vegna þess að við höfum verið meira á ferðinni innan sveitar og þá í tengslum við verkefni sem við vöktun náttúruverndarsvæða fyrst og fremst og þar af leiðandi kemur það að bíllinn bara að skila sínu og við erum að reksturinn á honum þarna hækkar á milli ára. Þannig að á þessum efnahagsreikningi þá getum við eiginlega bara litið hérna á tölurnar neðst að þá áttum við 16 milljónir frá árinu 2019 og svo hagnaður árið 2020 þannig að í lok árs 2020 eigum við þarna 18 milljónir til að svona fara að nota og allt það en erum samt líka frá áfram rekstrarstyrk frá ríki og sveitarfélögum. Já, og þetta bara svona myndrænt framsetta sem að Rögnvaldur sagði frá áðan í orðum, 38% frá ríkinu, 17% frá sveitarfélögum og restin eru styrkir og sértekjur. Og hér svona þróunin á þessu að sértekjur og styrkir, það hefur svona heldur verið að aukast, sérstaklega árið 2020 mjög gott styrkjaár. Og svona hlutfallslega þá það sem við erum að fá frá ríkinu alltaf að verða minn og minni að hlutfalli. Og sveitarfélagin það stendur svona nokkurn veginn í stað en það yfirleitt miðað við alltaf það sem að ríkið að láta okkur fá. Ég heyri eitthvað hljóð en það kannski bara auka hljóð. Heyrðu, og hérna bara gjöldin. Þetta fer náttúrulega mest allt í laun og launatengd gjöld sem bara mjög gott. Við viljum hafa gott starfsfólk og borga okkur sómasamleg laun. Og sérverkefni eru þarna 5% og restin bókhaldskostnaður, húsnæði, tæki og ýmislegt. Og hér getum við líka bara séð hvernig þetta hefur verið að þróast. Árið 2020 sem sagt þarna brúna súlan lengst til hægri í öllum þremur þáttunum. Og laun og launatengd gjöld eru alltaf langstærsti hluturinn. Og þróunin á þessu svona frá því að stofan var stofnuð, hún alltaf óskup svipuð. Nema launin hafa svona heldur verið að taka stærri og stærri bita. Þannig að þetta var það sem ég ætlaði að sýna ykkur ársreikningana.